Björgólfur Thor, vertu velkominn. Takk. Íslenska útrásin, þetta íslenska efnahagsundur sem við höfum öll trúað að sé mjög sérstakt, þetta bara bóla sem sprungin og voru við öll að misskilja stöðu okkar og getu? Kannski ákveðnu merki. Ég hef lengi haldið og mælti fyrir hérna í málþingi hérna fyrir löngu síðan að útrásin væri ofmetin og þetta orð lýsti kannski svona heimáttarflótta og ég er sammála því að við erum að fara í gegnum aðra dífu núna. Íslenski markaðurinn byrjaði svona 98 eitthvað svoleiðis, fór upp í 4 ár, lenti illa í því með gengisfallu og fleira og byrjaði lækkuðu snarlega. Þá voru orðin internet, var .com og decode og þetta allt sem reyndist vera ofmetið. Og núna hefur sama eitthvað orð komið upp og það er útrás og fólki hætti til að halda það að ef það er með eitthvað svona hugtak sem er nýtt að það sé statt í eitthvað skoðanar bylgju sem sé bara ótrúlega og hafi aldrei komið áður og verða aldrei aftur. Og þetta hugarástand getur leitt til hansi svona förðulega ákvarðana og í rauninni misskilningi á hvernig alvöru staðan er. Erum við í kreppu? Já, alveg pottþétt. Það greinilega hefur verið farið of geyst og það var margir og ég kannski ekki undanskilið þar, hafa farið mjög geyst en það er bara komið ljós núna, það er búið að vera gott partí en nú er bara komið mánudagur og búið að loka fram á næstu helgi. Já. Hvað er þá til ráða? Hvað getum við gert til að snúa skipinu við og hvað á ríkið að gera og á ríkið að hjálpa til? Já, þetta er 3 spurningar. Í fyrsta lagi þá er rót málsins framboð af lausafé í formi lána og þess aftar og það er alþjóðlegt. Það er kreppa sem er alþjóðleg og við getum haft engin áhrif á það. Við erum bara farþegar í risastóru skipi og við getum haft engin áhrif á það. Og það tímabil mun taka smá tíma að rétta úr kútnum. Ég held að séu nokkri mánuðir, nokkri ársfjórðungar í að það mun rétta úr kútnum á heimsvísu. Og önnur spurningin er hvað getum við gert til að rétta úr því hérna heima. Það er náttúrulega, menn þurfa bara í rauninni að bretta upp erminnar og einbeita sér að þeim eignum og verðmæti sem þeir hafa og reyna að hámarka verðmætin úr því. Og ég held að menn séu svona lítið að horfa eftir næstu díl, ef þú vilt. Það er til orð sem heitir deal junkie sem menn verða bara ánetjast í að vera að gera nýjan samning á hverju viku og þess að og það er bara þekkt fyrirbæri. Ég held að það slá aðeins á það núna. Og það er ekki endilega að þessi fólk sé búin að taka sér saman það er bara raunveruleikinn í dag, menn verða að hægja á sér. Og þriðja, hvað á ríkið að gera? Já, það sem þeir ættu að gera og þá er ég að tala hvað greiningardeildir Erlendabanka hafa sagt máli, er að þeir þurfa að renna stoðum undir trúverðugleika Íslands. Að þetta sé ekki bara að fara á eina leið, heldur að leggja áherslur á það úrræði sem þeir hafa. Það er ýmislegt. Ísland er skuldlaust og Ísland ég meina það væri mjög auðvelt fyrir Ísland að fá lána helming af þjóðarframleiðslu sem svona 10 billjónir evra af þjóðarframleiðslan, helmingin af því og nota það til að á eðlilegum kjörum, jafnvel þótt að vera aðeins hærri. Þá þyrftu þeir að gera það. Bretland er með 40%, ef Ísland fær í 50% þá er það bara eðlilegt. Og þeir geta gert það, þeir geta systematískt reynt að auðvelda fyrir kerfinu fjármálakerfinu, það má liðka fyrir lífeyrissjóðunum sem er svona eins og olíusjóður Íslands og það má koma með ýmsar lausnir. Ríkið á ennþá einn banka í landinu sem það getur líka veðsett eða rationalisera og fleira, það er Íbúðalánasjóður, það er rauninni banki sem er búin að vera í samkeppni við bankar allan tímann og þegar það óveðsett og það eru ýmsar ráðstafanir til, en ég held að ég vissi að ríkið að gera, það er að reyna að skoða einhverja heildstæða mynd, en við komum alltaf að sama hlutnum. Hversu mikið getur ríkið stjórnað í þessari alþjóðlegu krísu? Þetta er alþjóðleg krísa sem við erum fastir í. Er það eina kannski sem við getum gert bara að bíða þar til bankarnir erlendis byrja að treysta hverjum öðrum? Það gæti vel verið að það svo færi að það væri eina sem við gætum gert og þyrftum að gera. Segir Björgólfur og vill ekki dæma það hvort ríkisstjórnin eða Seðlabankinn hafi staðið sig vel í því árferði sem nú ríkir. Eigum að ganga í ESB og taka upp evruna eða er það ennþá því að við eigum að taka upp sveinsneska frankan?
Ég ekkert endilega hlynntur ESB, það bara pólitískt mál sem hefur margar víddir og þarf að ræða á hann í kjölinn. Það sem ég hef bent á að krónan minnsti sem sagt, sá gjaldmiðill sem er minnsta fjármálakerfi í heimi, 300.000 manns. Spurningin höfum við efnaði? Höfum við efnaði eða þurfum við að leita leiða á því að finna gjaldmiðill sem er stöðuri og getur komið hérna inn á markaðinn til að skapa meiri stöðuleika, þannig að við séum ekki alltaf háðir gjaldeyrisveiflum ofan á allar aðrar sveiflustöðum. Þetta þarf til þess að fólk geti hérna gert almennilega áætlunargerð og geti tekið sko réttar forsendur í þeirra útreikningum við hvaða verkefni sem er. Þannig að besta sværi væri að fá einhvern viðurkenndan gjaldmiðil. En þú hefur smá tilfinningu fyrir þessu, hvaða gjaldmiðil væri bestur? Ég veit ekki hver hann væri bestur fyrir Íslandi í heildina. Ég ger upp í evrum og skoða evruna. Fyrir mig væri fínt að þetta væri gert í evrum og sem sko hluti af Evrópu hlýtur það að vera nærtækasta markmiði. Snúum okkur aðeins að sameiningum á bankamarkaði. Hvar eru viðræður sameiningu Straums og Landsbankans staddar? Það enga formlega viðræður í gangi og það hefur verið mikill kvittur þetta, sameining og þetta. Hann er búinn að vera í 12 mánuði og fleira og það alltaf svona kvittur á götunni og fleira en það engar viðræður í gangi En ekki mjög líklegt að þetta gerist? Það þarf ekkert að vera líklegt að þetta gerist. Það sem við stuttumáli alltaf get ég ekki tjáð með það en bara fyrir þá sem alltaf að tala þetta þá það langt sem ansi margir, en þetta náttúrulega fólk hlýtur hérna eignarhaldi í þessum banka og þessum banki, þetta hlýtur að því að 1 + 1 séu 2. Það þarf ekki að vera. Straumur allt öðruvísi fyrirtæki heldur en Landsbankinn og það getur vel verið að þeir vel saman en að samaskapi þá kreppa í gangi í heiminum í dag. Þannig að hluti sem þú getur gert í eðlilega ásverði getur vel verið að þú getur ekkert gert núna. Þannig að En þið ræðið þessu mál? Nei, við ræðum það ekki, en þetta bara alltaf upp á teiningnum að skoða allt sem getur fært hluta meiri arð þá skoðum við regla. En í stuttumáli þá bara kjör á því í dag fyrir öll viðskipti og öll fyrirtæki í landinu núna og verður út árið ekki hvað langar til að gera, heldur hvað þú getur gert. Og hvað getið þið gert? Getið þið samanast einhverjum banka? Þá ég að tala bæði Landsbankan og Straumi. Þetta... Við gætum örugglega gert það ef okkur litist best á það. Menn tala líka Landsbankan og Glitni. Er þetta möguleiki? Allt möguleiki. Ég hef ekki hugmynd það hvort það standi ykkur viðrið þar og mér þykir það mjög ólíklegt. Bankarnir allir 3 viðskiptabankarnir eru gjörólíkir. Þeir hafa sín vandamál og sín tækifæri og eru gjörólíkir. Og í stuttumáli ég held að það sé bara mjög ólíklegt að menn geti í þessu árfari fara að gera eitthvað sem að þeir hlaupið að því við ætlum að sameina. Í dag það þannig að lánadrottnar ráða öllu. Lánadrottnar ráða meira en hluthafar. Þannig að hvort að það einhverja sameiningur hingað og þangað fyrir meira eftir lánadrottnum með hluthafum. Og þeir eru ekki staddir á Íslandi. Lánadrottnar íslensku bankana allra erlendis og í krísu. Segir Björgólfur sem vill þá ekki segja til hvort bankarnir fara úr landi með höfuðstöðvar sínar. En hvað gerist í sameiningamálum þegar hagur vankast á ný? Það verður að vera einhver hagur út af því og ég held að náttúrulega öll fyrirtæki skoða það regla. En ég held bara í núverandi ástandi, þú veist, menn ekki í aðstöðu til að skoða það djúpt og þegar hagur vankast þá verður bara allt umhverfi hérna á landinu allt öðruvísi og þá þarf að skoðast í nýju ljósi. Þannig að það verður mjög erfitt að segja það hvort að eitthvað sem lítur vel út í dag lítur vel út eftir 9 mánuði. Já, en Björgólfur, þú hlýtur að það spá allir í viðskiptalífinu að spá í þessu mál. Þú hlýtur sem stór eigandi líka vera að spá í þessu. Já, ég spái það bara dagsdaglega. Það sem ég dettur í hug í dag getur verið ekki átt við á morgun og næsta. Og það verður náttúrulega óábært fyrir mig að koma með einhverjar yfirlýsingar sem eru bara pælingar einar. Segir Björgólfur og bætir við að hann efist að einhver fjármálafyrirtæki fari á hausinn í kreppunni. Segðu mér eitt, ennþá leyndarmál hver keypti stóran hluti Straumi á sínum tíma? Það ennþá leyndarmál, við erum undir bankalendum megum ekki tala það. Þetta búið að vera mjög pirrandi, við biðjum að fá leyfi frá þeim. Þetta erlend stofnun sem gerir það og þeir hafa ekki viljað segja það. Þetta er mjög í taugarnar að mér að ekki gera það en ég að vonast til að á einhverjum tímapunkti muni ekki okkur leyfa að segja hver það var. Hvað heldur það sé langt í það? Því fyrir því betur. Við vinnum í því reglulega og það verið svona gleymast í tímanum en
ég sé ekki að ég að vonast til að það komi í ljós og það mál geymt en ekki gleymt hjá mér. Þetta erlendir sjóður sem keypta og nú vil ég mun halda áfram reyna að fá það til að koma í dagsljósi. Flóður. Segðu mér eitt, hvar stendur Landsbankinn? Landsbankinn hefur tapað miklu á FL Group, segja mínar heimildur, enda helstu eigendur þarna í stórum viðskiptum við Landsbankann. Já. Hvernig stendur Landsbankinn í dag? Landsbankinn stendur vel í dag. Hvað heldur þessu búin að tapa þessu? Þeir eru búin að, Landsbankinn er alltaf vel varður, þótt að hluthafar í FL hafi tapað gríðarlega og félagi hafi tapað ævintýralega. Þá bankinn þess eðlis að banki með tryggingar og kemur út í því þannig að þótt að hluthafarnir missi sinn hlut þá bankinn í allt öðru málum. Bankinn með öðruvísi tryggingar og hefur reglulega fylgst með og verið að bæta sína tryggingar. Þannig ég hef ekki áhyggjur á Landsbankanum í þeim efnum. Sjálfsögðu leiðilegt hvernig búin að fara fyrir hlutunum þar en ég held að bankinn eins og í bankaeðlis sé búin að vera sig. Snúum okkur aðeins af Eimskipafélaginu, félag sem á stórum hluta eigu ykkar feðga, félag sem hefur gengið brösulega mörguleiti, svo ekki sem talað Icelandic sem margir telja nú bara ónýtt félag. Þetta ekki mikið áfall fyrir ykkur feðga? Fyrsta lagi við eigum félag sem heitir Grettir, sem á þessum tveim félögum. Það hefur leiðilegt hvernig það hefur ekki náð að rætast meira úr þessum tveim fyrirtækjum. Það alveg rétt. Jú, það eru vonbrigði. Sjálfur kem ég óskaplega nálægt því. Ég eiginlega ekki í neinum rekstri á Íslandi og ég bara stjórnarformaður í Straumi Burðaráls og hef verið að reyna að beita mér því að fá meiri rekstri erlendis þar og kem óskaplega nálægt rekstri á Íslandi. Þannig að ég í lélegri aðstöðu með að svara en svona horfandi á málið utan við og öll þessi slæma umfjöllun sem að þessi tvö fyrirtæki hafa fengið eru mjög leiðinleg. Enga síður trúi ég því, sérstaklega í hvað Eimskip varðar, að það gott og gilt fjöregg þar sem að má gera meir úr. Það bara spurning að klára tiltektir og byrja upp á nýtt. Ég sé ekki betur á utan á en að það sé komið nýtt lið og það ætla sér að taka til og koma þessu í réttan farveg. Og þú ert bjartsýnn? Já, ég bjartsýnn það. En talandi félag sem að þú ert mikið inn í Actavis, hvað ætlar að gera við þetta fyrirtæki? Ég trúi því að þú sért maður sem að byggir upp og síðan selur bara frá þér. Þú ert ekki að bindast tilfinningalegum böndum þessum fyrirtækjum. Hvað á að gera? Það geti verið. Actavis erum við bara náttúrulega búin að taka eign og við erum að byggja meira en verðmæti í hana. Og það sjálfur sér mjög gott, sérstaklega í þessu ástandi, mjög gott að vera ekki skráður og geta einbeitt sér að því að reka fyrirtæki vel og það það sem við erum að gera. Auðvitað mun ég selja einhvern daginn, hvort sú stund runnin upp tel ég ekki rétt. Þá Björgólfur eins og flestir vita eigandi að símafyrirtækinu Nova sem hann segir ganga vel. Nova runni bara sett upp eins og Play, fyrirtæki okkur í Pólandi og þar mælum við hvað með mörg prósent af þjóðinni. Við erum með meir en, ég held að segjum 2% af þjóðinni hér eða eitthvað og í Pólandi erum við með eitthvað að svipa þannig að við erum að svipuðu ferli þar eins og við búið að vera. Björgólfur lofar að Nova-menn verði harðir í samkeppninni og að fólk muni finna fyrir henni. Hann þvertekur þó fyrir að Nova hafi reynt að kaupa Vodafone eins og orðrómur hefur verið Ég hef aldrei nálgast Vodafone og það hef aldrei átt umræður það. Og hefur ekki áhuga á að sameina þessi tvö félög? Nei, ekki svo stöndum málið. Við skoðum kannski málið á næsta ári, sjáum hvað að gerast á símamarkaðnum, en þetta það sem við gerum. Við förum inn á það sem eru 2 eða 3 fyrirtæki, komum með nýtt fyrirtæki, við gerum þetta í Pólandi, við gerum þetta í Finnlandi og við erum að gera þetta í Búlgaríu. Þetta bara sama business model. Við förum inn og breytum markaðanum. Hvað árásir Vogunarsjóða á íslenska efnahagslíf varðar segir Björgólfur að Íslendingar séu of viðkvæmir. Vogunarsjóður í því að annarkvort að kaupa og selja upp á það að verði hærri eða lægra. Þeir geta gefið sér þær forsendur. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var búinn að spá því að krónan væri miklu hærra gildi. Þegar hún var 115 spáði Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, hún á að vera 150 til 190. Ekkert út frá einhverju krónustuðu Vogunarsjóður. Þetta var bara mælt frá hagstærðum þjóðarinnar og kert bara mjög konservatív hjá þeim í Washington. Vogunarsjóður horfir á þetta og segir krónan þetta, þeir eru að segja ég ætla bara að skortselja. Það ekki beint árasi. Við getum ekki bara heyrt alltaf góða frá alþjóðamörkuðum og búist við að fá ekkert að því slæma. Íslendingar eru búin að fara inn og vaða lönd og kaupa upp eignir og til dæmis í Danmörku er mjög aggressífið þar og þegar fólk hefur verið gagnrýnt þá hefur fólk sett bara já, nei, við vitum alveg hvað við erum að gera þess að það hefur komið við kaunin á Dönum og fleiri. Sama, við erum náttúrulega komin í alþjóðlegt kerfi
og við erum líka óvarðir fyrir þessu ákveðum, og það er lítið hægt að verja sig fyrir þessu. Ef að fólk vill taka það ákveðin, heyrðu, ég held þessi ofmetið fyrirtæki, þá er því frjálst að gera það. Þetta er bara frjáls markaður og þetta munum við þurfa að búa við. Hvenær heldur að þessari krísu ljúki? Alþjóðlega á Íslandi. Bæði? Ég held hún verði út árið á erlendis. Ég veit ekki hversu lengi hún getur verið á Íslandi. Ég myndi halda hún verið aðeins lengur á Íslandi. Af því Ísland kemur seinna inn í það og mun fara aðeins seinna út í því. Lokaspurningin, hvers virði ertu? Peningalega séð. Spurðu konuna mína því og ættingja. Og lokaorð Björgólfs til fjárfesta eru þessi. Þetta eru mjög miklir óvissu tímar, menn þurfa bara að skoða mjög varlega hver er stíga til jarðar. Takk fyrir. Takk.